Sælveriði, Ívar hér, flugsmiði. Í dag ætlum við að nýta klassíska íslenska straumflugu sem ber nafnið Hólmfríður og er eftir meistara Kolbein Grímsson. Hólmfríðurinn er svona ekkert svo flókin fluga, sko, það er hún ekki. En hún er einna helst, sko, það sem gerir hana sérstaka er það að það er engin búkur á henni. Það er bara ber leggur. En í staðinn fyrir búkinn þá er þau mun meira marabúfjörum sem að hylja búkinn þegar flugan er blaut. En við byrjum sem sé að við festum niður tvinnan og svo svona rauða ull hérna sem við byrjum á að vefja niður. Rauða ullin fer hérna rétt fyrir aftan haus og samkvæmt bókinni stendur að þessi ullabingur megi alveg vera þykkur. Ég treysti honum ekki pláss að hafa hann mikið meiri sig heldur en þetta. Og látum þetta duga. Og nýtum þetta svo niður og þá er í rauninni fyrsta sem við gerum úr því að það er ekki haus eða sko ekki hérna sem sé ekki búkur á flugunni, þá förum við og búum til skegg á fluguna og það skeggið á flugunni er úr rauðum marabú og við ætlum nú ekki að nota heila marabú fjöður í skeggið á henni, heldur bara hluta af henni, kannski þetta hérna eða svona því sem næst, eitthvað að það byrð þetta. Þá klippum við fjöðrina bara til og tökum svo þennan marabú hérna allan, taka úr það sem er laust og svo að reyna að finna út svona heppilega stað til þess að hendi sér niður á. Það verður ekki stað hérna eins svona og ég ætla ekki plássleysisins vegna að reyna einu sinna að tróða þessu örfi sem bara vera búin að klippa þetta til á þar. Það gerir ég bara, gerir mér það ekki og ykkur. Þá er þetta svona, þetta er fyrsti snúningur og það er alltaf að toga aðeins í þetta. Svona. Þá er þetta bara, skeggið á flugunni bara klárt. Eina sem við höfum eftir að bregða í skeggið á henni er svona silfur tinsel eða silfur flass er þetta sem sé. Við setjum með 2 strendinga hérna og ég seti þetta bara í þessi 4 lengjur. Jafn langa, við þurfum að klippa þetta til. Það er að segja jafna á þessu endan áður við festum þetta niður. Taka þetta svona og tilla þessu. Svo er þetta rétta þetta af með að taka í báða enda hérna á silfurinn og komið sér hérna fyrir miðju. Svona. Fast á þessu hérna, festa þetta. Réttingsfast og svo þessir hérna auka gaurar sem eru hérna. Tökum þá bara hérna og snýtum þá svona af. Og hendum restinni af fjöðrinni hérna, eða því sem við erum ekki að nota. Svona. Og svo má klippa, það er að segja þessa hérna, að þú þarf að hafa alveg svona langa en cirka svona. Þannig við standið dálítið aftur með skottinu á flugunni. Þá er næsta skref, það er vængurinn á þessa flugu. Það er gulur marabú fyrst. Og hann á að vera dálítið sig og ég er að spá í að nota bara hérna miðjuna úr þessari fjöður í vænginn og geima svo bara heitt í einhver aðra flugu. Miðjan kemur sem sé svona, miðjan er sem sé svona og þetta sem sé að vængurinn má ná aðeins við aftur fyrir bug, það er að segja hingað. Hvernig er svona. Og þetta bindum við bara niður hérna. Með 2 þéttingsföstum vafningum. Svona.
Svo klippum við það sem eftir eða sem sé það sem eftir af þessu fyrir framan. Þannig að missa biti á mér skærin, sem svo sem eðlilegt að búið að nýta fleiri 1000 flugur með þessum skærum. En það annar mál. Næsta skref sem við setjum á fluguna, það brúni vængurinn, eða brúni hlutin af vængnum, og ég að spá að gera það sama með hann, að nota bara miðjuna hérna á fjörunni og klippa hana hérna til svona. Þá kemur það ofan á gulu fjöruna og með marabúan alltaf að snúa þessu upp á hann hérna ef hann óþekkur. Kemur það hérna ofan á og við samsíða þá gulu fjörunni. Og þó þetta sé svona allt út allt, þá verður marabúin ekki að neinu nánast þegar hann komin í vatn, þannig að þetta mun allt verða svona þegar það búið að bleyta þetta. Og allt að gera þetta svona til þess að losna við bara þetta í burtu, og þá höfum við plásirna til þess að vinna í hausnum á henni aðeins og forma þetta þannig að hausin á henni verði svona cirka 11 í laginu. Þá fyrir við að búa til hausin á henni, hann verður dálítið bulky út af öllu þessum undir honum og fínir í þessa flugu hérna, sem sé, kemur hérna, það Jungle Cock sem ég er búin að klippa til, og þá langar ég að falla þess að snúa þessu bara svona við upp. Þá þetta svona. Svona. Og þá gerum við alveg eins hinum megin, mín megin. Það ágættir að vinna með Jungle Cock, það að stilla þessi stilkin af fjöðrinni af áður. Svona, sem 2 snúningum, eða 2 vafningum. Svo toga í stilkin á fjöðrinni til þess að í rauninni stilla hana af svona á þann stað sem þið viljið hafa hann á. Svo hérna. Svo takið í þetta og vefjið þessu bara saman. Og svo klippum við endan á Jungle Cockinu hérna í burtu og festum þetta niður. Svona. Og þá hólmfríðinum, þetta hann Kolbeinn bara klár. Falleg fluga, urriðafluga, og mér skilst að pælingin með því að hafa hana búklausa, eða bara ekki appelsínu, bara bera hann hérna legg á englinum, mér skilst að það sé pælingin að baka það sé svo að urriðin skemmi flugurnar fljótt til þess að koma í veg fyrir að urriðin tæti búkin allan í klassu. En þá ekkert annað eftir að bara bregða þetta lakki og hérna láta það bara gott heita. Þá hólmfríðinu klár í slaginn. Ég þakka ykkur kærlega sem að horfðu á vídeóið, þeim endilega gera áskrifendur, deila rásinni og deila vídeóinu. En þangað til í næsta vídeói, þá bara segi ég takk fyrir áhorfið og við sjáum skræs og gátt. Takk.